Verið hjartanlega velkomin á árshátíð unglingastigs Varmahlíðarskóla árið 2026. Í ár sýnum við leikritið Ógleymanlega martröðin eftir handriti Ólafur Helgu Ólafsdóttur, Rakel Sonju Ámundadóttur og Sigurbjörgu Ingu Sigfúsdóttur og nemenda 10. bekkjar. Leikverkið var samið á haustdögum með góðri aðstoð og yfirferð Helga Gríms Hermannssonar, leikhúslistamanns og Írisar Olgu Lúðvíksdóttur. Nemendur hafa undanfarna 2 vikur æft undir leikstjórn Írisar Olgu og Ísaks Agnarssonar og afrakstur þess sjáum við hér í kvöld. Við viljum ekki gefa of mikið upp sögufræðin, en við getum þó sagt að verkið fjallar vinahóp sem lendir vægast sagt í hremmingum, bæði gríni og grafalvöru. Ágúst og Sandra hafa verið saman síðan í grunnskóla en sambandið stendur ekki á traustu fótum. Á sama tíma eru Ólafur og Róbert voða lukkuleg með sig. Dagný og Halli tekst loks að komast á stefnumót með aðstoð félaga sinna, en á meðan öllu þessu stendur dynur ógjafinn yfir og þá fer af stað martraðarkennd atburðarás. Eins og venja fyrir árshátíð einhliðir fjáröflunar 10. bekkjar fyrir útskriftarferðina í vor. Við höfum ýmislegt gert til að afla fjár. Meðal annars safna flöskum, haldið jólabingó, tekið þátt í jólamarkaði og selt lakkrís og hlaup í massavís. Auk þess ýmislegt í dagskránni fram á vori. Við viljum nota tækifærið og þakka öllum þeim sem hafa stutt okkur í þessari fjáröflun kærlega fyrir stuðninginn. Að sýningu lokinni bjóðum við ykkur í kaffi sem verður hér í miðgari. Við þurfum að hliðra eitthvað til í salnum fyrir kaffið og setja upp borð og biðjum áhorfendur að sýna skilning á meðan því stendur. Að lokum viljum við biðja ykkur vinsamlegast að slökkva farsímum og athuga til þess að þessi eina sýning tekin upp. Því mjög mikilvægt að gera allt sem hægt til að hljóð verði sem mest og ekki ráð út úr salnum á sýningartíma. Yngri börn á sýningunni á ábyrgð foreldra sinna og biðjum við foreldra að axla þá ábyrgð og hafa hemil á börnunum. Góða skemmtun! Velkomin í miðbæ! Velkomin á stærstu sýningu ársins! Við verðum sögumenningar í kvöld. Og við verðum ykkur að handa þegar allt fyrir kröfu. Ég heiti Gauti. Og ég Ragnhildur. Komiði marg, blessu og sæl, sóla börnin mín. Músí, ég fer gjarna skreið í mosi og uppáhaldið minni sólin, grasið, moldin og fuglarnir. Og nú hefum við sýninguna Ógleymanlega martröðin. Þetta leikið til malinn svo hafið ykkur bara aftur. Á sviði leikið síður hoppar sérfið hattur. Frökundar skilur þeir allir svaka gaman. Og einhver þér, það trúlóð, framljóðhatt, tegur og norð. Stikkvað og sturkvættis norðst orð. Jæja, 6, 7, 8, 10, 12. Stakir ykkur stöðu, allir upp á góðu, glóð, sexur og þyrli. Geðviki og grán, gefur ykkur ógur á. Svolítið að dagarnir dag og nú. Og dálítið að mostum stíl og bók. Og örlítið að miskið dag og skrif. Og einhver gæti dáið sér fyrir. Og svo ykkur skrítið sína hvað. Það skiptir ekki máli nema hvað. Þannig verður öllur klokkaðir. Og allir stíga núna fram á svið. Svona, þetta gott? Já, svona, aðeins snögg. Já, svona. Já, þetta gott. Raffi, svo verðum við að fara að hætta þessu. Þetta síðasta skipti sem við hittumst, ok? Já, Dúlla, síðasta skipti. Við erum bara svo góð saman. Já, ég veit, en það átti ekki að endast, bara vera þetta eina skipti. Svo bara kviss, bang, búm.
æðislegi mánuði með þér, Krissi minn. Mjá. Æi, getum við ekki skipt? Nei, aðeins lengur. Þetta er alveg að hafa skísilöra. Farðu ofar. Komdu, kisa mín. Mjá. Nú skiptum við. Shit. Mamma gerir þetta alltaf svona. Heyrðu þetta? Nei. Hvað? Fjandans, Ágúst er kominn. Hvað á ég að gera? Ég get ekki farið neitt. Á bak við sófann, núna. Ok. Ástu mín, ég er komin heim. Vonandi saknaðir mín ekki of mikið. Ó, hæ, þú bara mætti það. Ó, með Nei, Raffi, félagi, þú hér. Hvað ert að gera? Wow. Ég bara hvort þú væri ekki hér. Nú já, ég er hér, heima hjá mér. Já, nákvæmlega sko. En, heyrðu, viltu ekki koma með mér aðeins út? Ég þarf smá aðstoð að koma að bangsanum úr bílnum. En hvað, af hverju ertu bara á hlýrabólnum? Og svona rauður og svona sveittur? Wow, maður. Ég bara, mér var bara svo rosalega heitt sko. Það er örugglega bíl í miðstöðin hjá Söndru. Já, jú, reyndar þegar þú segir það. Það er ógeðslega heitt hérna inni. Já, wow, maður, wow. Þú er bara verið að fara í ræktinu, maður, wow. Shit, maður. Wow, maður. Já, smá. Hvað? Þú sér mun? Já, wow, maður, shit. Ég er að fara, sko. Bara mamma er búin að bíða, sko, alveg heil lengi, sko. Ég er bara að verða að fara. Nú, já, ok. Við sjást. Bye. Úff, þetta var tæft. Eignast munum blokka upp og
hvað er þreyttur daginn maður. Hefði ekki bara svona mynd eða? Jú, veistu ég til það? Á ég að poppa og ná ég eitthvað að drekka? Já, elskar, ég skal græða spólu. Frábært. Róbert, við erum svo með þetta. Mary Poppins, nei takk. Pretty Woman, ég held að sé. Ógleymanlega Martin. Það hljómar vel. Jæja, ertu búin að finna eitthvað? Já, ég fann að sena mynd Ógleymanlega Martin. Þetta er einhver eldgöfur mynd sem mamma fekk í jólagjöf fyrir svona 10 árum. Ég held að þetta er einhver almennileg spenna. Er þetta hryllingsmynd? Þú veist ég er ekki mikið fyrir þannig myndi. Ef ekki frekar að horfa á einhverja gamanmynd eins og Sveitavík. Hún er ekki það hræðileg. Jæja þá, horfum þá þessa. En leið okkur hræðilegt gerist, hætti ég að horfa. Skilið? Já, voru kjættingur eftir. Jæja, skjáltum tækið. Strákar, ég held ég geti þetta ekki. Ég er að svitna eins og svín hérna, sko. Svo er svo sveittur í lófanum og... Allir, hættu svo væli, getur þetta? Já, kom. Ef ekki bara gefa hann smá ráð. Já, dragðu fram stólinn þinn. Gefa henni blóð, stelpur dýrka þannig. Heyrðu, ég fann þessi blóminu í gangstíðin. Duga þetta? Jú. Myndi bara slíta rótina. Komið. Vel gert maður. Segðu það augun í henni séu falleg eins og grasið græna. Já. Bjóddu þér að borga. Haltu augnsambandi. Ekki sull í vín. Treystu mér. Og endar bara með að segja eitthvað rugl. Einu sinni baði stelpu að kalla mig Bánsímon á deiti nr. 2 og þá fór hún. Ég veit. Herri, sama hvað þú gerir, ekki gera stemningu vandla. Please, ég bið þig. Ekki vandla. Já, ég skal reyna. Ég er samt bara svo stressað. Ég hræddur ég segi eitthvað rám, þótt ég smakka ekki dropa. Jæja, hættu að stressa á þessu. Þetta verður að hlæ. Já, ég er eini. Stelpur, ég er að deyja úr stressi, hjálp! Ok, róa sig. Taktu þau aftur, svona inn og út. Inn og út. Elsku Selma mín, ég veit þú ert að reyna að hjálpa mér, en þetta getur ekki raskat, þetta er bara svima. Ok, Dagný, þetta verður alltaf lægi. Þið erum búin að vera hrifin af hvort öðru sín í svona 5. bekk. Nei, 4. bekk eftir eitthvað rugglu. Jesús, Selma, slaka á. Já, en ég veit ekki alveg. Dagný, þetta reddast. Farðu bara á kaffihús og hitta. Ok, ég get þetta, stelpur. Bye! Getur þetta.
mál, við skulum bara setjast. Já. Já, ég kom með blóm handa mér. Nei, ég meina þér. Er krúkveit af þér? Finnst þér ég vera krúttlegur? Já, kannski. Af hverju? Nei, bara smá pæling, sko. Ertu eitthvað stressaður? Nei. Nú. Nei, þú skelfur svo. Nei. Já, ok. Það bara rignir yfir. Ég er ekki að grínast, ég held ég hafi aldrei síðan hörmulegt date. Hann að eyðileggja allt. Já, og við vorum búin. Þessu er nokkra allt sem hann gert og ykkur meira hann tekist að klóra þetta. Segðu hann hvað? Við sögðum honum að draga fram stólinn og þannig. Verið þið áfram þessi klúðri hjá honum? Strákar, eru þið ekki að djóka? Heyrðu, það var Dagný sem frussaði mjólka. Þið getur sett þessi allt fallega, kenna. Já, djóks. Já, það er mitt, sko. Krakkar, hættið að rífast, ég vil fylgjast með. Hei, þau eru byrjað aftur með karaoke. Já, sjáðu, hún er einmitt að byrja að syngja.
snúllan mín. Hvað ertu að gera? Ég er bara að horfa á fallegu augu þín. Ó, takk, sæti. Já, þau minna mig á gras. Já, ok, takk. Falleg maður. Já, þú horfir á en þú langar víst að fá að kyssa. Það þú þráir, það alveg greinilegt. Hún örugglega til en ástæðan aðeins. Þetta einfalt mál, ofur einfalt mál svona. Kista, syngja og segja sha-la-la-la-la, ég íla mér verða fyrir svona kistana. Sha-la-la-la-la, synd og skölja fyrir syndast að vera kistana. Og stundin, stemmingin þægileg, stattu þinn úr strákum. Aktu á skarið. Já, þú verður nú að vinda þér í að fara að kyssa. Syngdu og segja sha-la-la-la-la, syngdu í og verða því á svona kyssana. Sha-la-la-la-la, að því og henni að fara að kyssa. Sha-la-la-la-la, kynir við að hlaupa. Kistana. Já, svona, kistana. Heyrðu, ég verð að fara. Já, ég líka. Já. Sjáumst. Sjáumst. Sakna þín nú þegar. Sömuleiðis. Ég hef aldrei séð vandræðalegt. Heyrðu, þarna verð ég bara að vera sammálaður. Æi, come on, krakkar. Það var nú svolítið krúttlegt. Já, þau reyndu sitt besta allavega. Heyri, við Ólöf þurfum hvað? Við erum að vera sein. Hvað er þið seinir? Já, segni hvað? Elsku Ólöf mín, allt kemur í ljós. Hvað voðalegt eitthvað leyndarnámsfundir? Nautaferð, Róbert. Svo mikið raskat. Ég veit. Og komstu við næsti? Hvað er hún í körfunni? Viltu sjá? Uppáhalds samloka mín. Og hvað komstu með að drekka? Mjólk. Döð. Ó, þú þekkir mig svo vel. Vá, hvað dagur í dag er dásamlegur. Það hefur ekki verið svona gott veður í heila eilífð. Já, svo sannarlega. Og einmitt rétt þann sem gerir það. Ólöf. Já. Ólöf. Já. Ólöf. Já! Ólöf, myndirðu vilja veita mér heiður að gera mig að hamingjusamasta mann í heimi og giftast mér? Nei, ha? Nei, oh my god! Nei, býtu, ha? Nei, í alvöru! Býtu, ha? Sagði nei? Nei, ég meina sko já, auðvitað vil ég giftast þér.
getur sagt mér allt. Ég er ólétt. Ha? Ha? Og ég er pabbinn, er það ekki? Ha, jú. Eða, ég held það allavega. Ha? Heldurðu það? Hélstu fram hjá mér? Ha, nei. Auðvitað ekki, ástu mín. Auðvitað ert þú pabbinn. En heyrðu, ég var að fara. Það er búbluklúbbur eftir. Heyrðu, fyrir ekki að ræða þetta eins? Ætlar að halda því eða? Getum við ekki rætt það seinna, ástu mín? Seinna? Þetta er risa dæmi og þú ætlar bara að fara búblu, kampavín, áfengi. Það má ekki. Ha? Kampavín? Búbluklúbburinn. Nei, ekki þannig búbluklúbbur. Búbluklúbbur eins og spilið. Ég skilði þig ekki. En, Sandra, við erum bara 18 ára. Ég er ekki tilbúin að verða pabbi. Þetta verður allt í lagi. Þú ert alveg svakalega stressaður. En heyrðu, núna verð ég að fara. Ég er að vera sein. Bíddu. Hei stelpur, ég gæti drikja handa ykkur. Við erum með bláberja, appelsínu, bláber, sítrónu, læm og læm. Æ, stelpur, mér langar ekki í læm. Nei, allt er góð. Ég get skipt þig. Hvað? Má þetta bara? Mér langar ekki til appelsínu. Ekki vera að skipta, þeir eru bara að spila. Ég næði þess ekki. Stelpur, sjáu þið? Hvað, ertu með fæðingarbletti eða? Nei, ég trúlofuð. Æ, ég sá ekki kringið, hann er frekar lítill. En þú sást hann fæðingarblett? Fyrir gerðu, drama lána. Guð minn, stelpur, ég glemdi líka að segja ykkur. Oh my god, hvað? Ha, Selma, þú ert að setja spilin til að segja. Ég veit það alveg, takk ekki að segja það. Ok, róleg, ég á bara að láta það vita. Já, Sandra, hvað er það að segja okkur? Já, hvað var það aftur? Já, ég er ólétt. Nei! Hvað ertu búin langt? Bara nokkra vikur. Eitthvað í kringum 2 mánuði held ég. Eða... Ó, shit! Hvað? Segðu okkur. Ég held að... Jesús, Guð minn hvað er gott að vera í dag. Já, við ættum kannski að skella ykkur. Kannski að skella ykkur í fótbolta. Vondu strákur! Afsakið hérna. Þú ert á hálum ís, ef þú vilt halda áfram að vera í sömklunum, töstöð, þá verður bara hagar. Heyri, rólegur, ég rugglaðist bara aðeins hérna, ok? Heyri, mér langar nú alveg smá út að djöflast líka, sko. Já, mér er líka að fara í slag eða eitthvað. Já, ég var fyrir það. En, heyri, hvað með að við færum bara, þú veist, væri ekki næs ef við getum farið á rúndi? Já. Það væri gegn. Það væri gegn. Við gætum farið norðurgötuna, suðurgötuna. Já, en hvað dýr? Kostar það samt ekki? Bá, 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 bá. Fyrstjum og tækjum og steljum og botni eitthvað listut í sveit. Öðum og kjúpum og tökum svo lægi, undir hvað enginn veit. Allt er í fínu og
Enginn í neinum dormur, í nóttinni löng og að lífið sé stutt og allir fari sveila fær. Allir hvína og enginn sína sér sín eða svo líföld. Konrad og ræna, hælir og hæna, hvað það gerir fyrir öll. Allir í fínu formu, enginn í neinum dormur, í nóttinni löng og að lífið sé stutt og allir fari sveila fær. Ætlarðu virkilega á þennan lit á sokkana? Hvað, ertu á móti bláum eða? Nei, mér finnst bara bleiku farið mjög vel. Sko, já, bleiku farið mjög vel. Já, bara hver spurði þig álit? Kannski ég bara að prófa neðan stíl. Hei. Wow, hvað er þetta, drengir? Óþarfi að vera með þennan æsingur. Það er ofið þegið! Þetta var að vera spennandi. Leyfðu þeim bara útkljá þetta eins og menn. Þú veist regluna í saumakljónum. Við leysum vandamál og ágreining með klassískri íslenskri glímu. Ertu samt að segja að sjokkarnir mér séu ljótir eða? Nei, bara svona sælileg blátt. Þetta verður ekki vel. Þau húla miklu frekar svona kaktus og bleika. Nei! Jú! Nei!
þig, kjánafrik. Leyfðu koma. Hörru, hvar er Tví? Hún er á baði. Ok. Ég meina, þær voru bara að spila og svo bara... Já, bara... Þú settir þú eitthvað í drykkin? Nei, ég kom ekki nálægt Ertu þessu, viss? Já, hún bara góð. Gleðilega hátíð! Það er því sönn ánægja þegar einhver útskrifast úr skólalífsins. Jafn mikil ánægja og þegar ég útskrifaðist af Vogi fyrir fíkniefni og drykkju í desember. Skulum hafa svona mínútu þögn og skála fyrir því. Já. Ég var beðinn að segja nokkur orð, en á meðan ég man, þá ætla ég að minna á gjafaleik kirkjunnar þar sem við erum að gefa mánaðarskammta af Viagra töflum og áspyrðir af afláti. Láttu ekki frá mig að fara. En þá aftur að aðalmáli dagsins. Jú, það gerðist nefnilega fyrir löngu síðan. Ég verð að segja ykkur einn brandara sem að setja inn á prestaspjallið daginn. Eru þið tilbúin? Ok. Af hverju er betra að fara í jarðarför en á ættamót? Ok. Það er allavega einu fíflinu fara í jarðarförinni. Það sem að meðhjálparanum dettur ekki í hug. En, já, hvað það? Það mætti halda að það hefði eitthvað verið að deyja hérna, hvað? Má bjóða einhver morgning, eða? Nei. En fyrst að enginn vill segja neitt, skulum við bara fara að koma þessum kassa svona undir græna torfið, eða? Þakka þér fyrir. Ég ætla að byrja því að segja hversu vænt mér þótt elsku stelpuna mína. Hún var ljósið í lífi mínu og ég mun minnast hennar að eilífu. Að lokum ætla ég að segja eitt. Ég skal, og ég endur, ég skal finna þann sem myrti 10 og draga hann ofan í jörðina eftir þess það. Gloría, eru þetta heldur þungar ásakanir? Og þú, já þú Rebekka. Mér fannst þú alltaf svo ósakinn og leiðinleg við elsku 10 mína. Ég er viss að þú hefði myrt hana. Elsku Gloría mín, að þeim myndi detta þetta í hug. 10 var mjög bestu vinkonum mín og ég myndi aldrei gera henni eða neinum megin. Þegiðu krakka skítur. Og meðan að prédikunum við stendur. Gloría. Viltu kannski koma og hitta mig vel? Ekki svo allt svo mikið huggaði, skilur ekki, það er svona Netflix og chill. Nei takk. Nei takk, þetta er mjög óviðeigandi. Viss, ég gæti sýndi hvað ég er rosalega baki. Viltu svo hægt að horfa í gluggann hjá mér? Mögulega. Og þakka ykkur öllum fyrir komuna. Svona, út! Er ekki allir í stuði? Ætla aðeins að hressa okkur við. Mánuður liðinn frá andlati elsku 10 ára. Eins og liðið var hún algjör fattigmanneskja
fullt af andlit og skemmikvinni. Leifum sorgur og sút í sælu vini. Leifum ástinni út, við skulum dansa. Finna titrandi taktinn í taug og stinnum kroppinn. Við boðum ball í kvöld. M.O.S.I. Já, ástin tekur völd. M.O.S.I. Leikum einu vei sem að hjá okkar einn. Annars verður ekki eitthvað lagið. Já, þetta ball í kvöld. M.O.S.I. Já, ástin tekur völd. M.O.S.I. Allir elska mig og Bjössi elska mig. Bara því sem drepa mig. Ég vildi að Tía væri ennþá með okkur. Já, hún myndi elska þetta. Stelpu, ekki vera svona súrar. Þú mátt jafna fyrir hana. Hún var eina bestu vinkonum okkar. Hann hefur rétt fyrir sér. Þegar ég segi A, segið þið menn A, B, A, B, já! Nei! Elsku Sigmundur Davíð! Nei! Sigmundur Davíð? Já, það var Sigmundur Davíð og ég var Inga Sæland! Nei! Hvað að ykkur? Hver gerir svona lagað að drepa krakka svo okkur? Það er einhver aðmóningi sem hatar okkur og við drepum fyrir henn. Húgán, en eru ekki að hræða mig. Þú veist ég pissa undir að þú segir svona. Ekki ef ég var undan þér. Strákar! Sjáu þið ekki að vinarleikurinn að dáin beint fyrir framan ykkur? Já, vil ég sýna Sigmundur Davíð smá virðingu? Takk með þarna. Nýfinn sem hefur greinilega verið notaður. Jésus, það líka allir út í hörni. Oj bara, þetta er blóð og rífan. Þetta ball var alveg svakalegt í gær. Bara Tía og Ívar væri nefnt. Já. Ef Tía hefði verið á ballinu í gær, hann hefði ekki orðið með neitt annars svakalegt. Já. Já, eða var þetta sikur orðin að kýlast. Já, þau voru best. Við verðum að fara að heimsækja leiðir þeirra bráðum saman. Já, það verður það að gera. Ég veit ekki hvort ég jafna mig sko. En kannski jafna ég með aðeins þegar ég fæ með eins kaffi og Ívar fékk sér alltaf. Kaffi með laktóslausi mjólk og matskeiða kakó og skota smjöri sko. Oj bara, þetta er alls ekki fyrir matvanda. Nei. En hvaðan er að frétta ykkur? Bara það sama og venjulega. Við Dagný erum að fara að heimsækja ömmun á rættið. Já, ég ætla rétt að vona að hún fari ekki að segja okkur einhverjar sögur úr menntaskólanum. Nú, hvað? Voru það svona að leiða? Nei, hún var alveg trillt í menntaskólanum. Hún vildi eins og ekki vita það, sko. Jú, nú venni ég. Nei, treystu mér. Þú vilt ekki vita þetta. Nei, komu. Hún getur ekki að vera svo slæm. Jú, treystu mér. Ég hef ekki farið heim til hennar í svona 4 ár eftir hún byrjaði að segja mér sögur úr æsku sinni. Já, ok. Já, damn. Heyri, það finnst ykkur um bólu minn. Fann nefnilega ekki bleikabólu minna til að þetta var pappa gamla. Já, hann er nettur. Já, geggja sætur. Ég veist hann ekki flottur sko. Af hverju varstu í bleikabólu? Herbergi minn það sem ekki. Hann var ekki með Ronaldo. Ertu ekki að djóka? 3. skipti í dag. Fyrirgefðu. Sorry. Nei, sko nú er ég komin með nóg. Ég er mýblaut. Nei, gerðu það, ekki fara. Jú, ég er komin með nóg. Alltaf þegar við hittumst enda ég rennandi blaut. Ég get bara ekki haldið þessu í mér. Ég veit það vel, þú bara getur ekki talað
Jesús. Hvað er allt í drengur? Æ, þetta minnum á fyrsta stefnumóti, Dagný og Halla, þegar Dagný frussaði mjólk alls staðar yfir allt. Haha, voða fyndið, en þetta var óvart. Veitu, hvernig vissu þið hvað gerist á stefnumótum okkar Dagný? Ég sagði ykkur aldrei þetta með mjólkina. Ég sagði ekki neitt. Þið lofið að vera ekki brjáluð, ok? Hvað gerðu þið? Sko, við krakkarnir, við gætum hafa farið að njósna ykkur. Bara til þess að allt endaði vel og allt þannig. Þegar stefnumótið ykkar enda allan vel, þannig að við erum pæluð mikið í þessu. Þið vantar alveg stefnurinn að, við ekki bara skella okkur heim. Ég þarf svo. Wow, hvað gerðist þetta? Ég bara veit það ekki, þetta gerðist eitthvað svo hratt. Já, ef við ekki bara fara heim til ömmu þinnar. Hún hlýtur að betra kaffe og með því en þessi búla. Jú, gerum það. Æ, elsku krakkar mínir, mikið sem mæðir á ykkur þessa dagana. Já, ástandið er líkust martröð, amma mín. En hvernig hafið þið afið það? Ég er nú bara hress, en ég get ekki sagt það saman af þær. Það er alltaf einhver gorgir í honum. Nú, hvað er að honum? Nú, við erum náttúrulega búin að vera gift í 67 ár. Og ég stakk upp á því að hendi eitt gott rómantískt kvöld með kampavíni og enda svo hressandi í samlífi. Svona til að krydda tilverunni eins og unglingarnir segja. Amma! Hvað, við höfum ekki komist í að eiga stund saman svo lengi. Þið myndu brjóta öll beinin í líkamannum ykkur. Svo er náttúrulega ekkert ráðlegt fyrir fólk á ykkar aldrei að stunda samfarir. Við hefðum náttúrulega smokk í vilkeignast barn sem er yngra en barn. Ég er ekki hissað að hafa verið eitthvað attitude í afa, en þú ert bjartinn á að fara að fjölga mannkyninu á þínum aldri. Þú og afis, oj, bara ég get ekki sagt það. Hvað? Þú spurðir hvernig við hefðum það. Ég svaraði bara hreinskilnislega. Viltu tala um eitthvað annað? Já, takk. Nú, jæja, allt í lagi. Hvernig er það með ykkur? Notið ekki örugglega getnaðarvarnir? Amma, þú veist ég að spara af bara brúðkaupinu okkar. Vá, Jesús, ég myndi ekki nanna verið í sambandi með þér. Amma!
gef mér eitthvað gott í kroppinn. Hey, hey, gefðu mér það. Hey, hey, jaha, gef mér allt sem ég svart. Gef mér eitthvað gott í kroppinn. Það loksins eitthvað heldur almennilegt partí. Þið vitið allt um að halda áfram með lífið. Já, þó að 10 og ég sé ekki það lengur. Ekki tala um það, ekki í kvöld. Hei, Selma, þú ert frá drakki eira. Ég veit ekki sko. Reykjavík-slættan er ekki aðeins síður fyrir sem getur búlað að vera með eitthvað. Nei, ekki hringin eru nógu stórir, þá fer að hringin er eindasnættu þeirra. Já, kannski er það ekki vott samt. Oh my god, nei, þú ættir að fara í nefnuna. Ertu brjáluð? Er það ekki ennþá verra? Hvað ég? Já, hann átt að stinga þig í geirvöldina. Ég veit ekki alveg með nýttur sko. Jú, hvað er þetta? Það verður sexy. Já, true that! Ok, Hugo, róa sig aðeins. Elsku Selma, ég á svona sérstakt krem sem þú setur á fyrir og minnka sársaukann og því að það er að finna neitt fyrir þessu. Ég er ekki alveg viss. Hvað er þetta? Þegar ég boraði svona gat í mig, notaði ég kremið og fann ekki neitt fyrir þessu. En það var eitthvað smá í glasen, það hafi ekki breytt neinu. Já, ok. Allt í lagi, ég skal gera þetta. Þú þarft ekki að gera það, þú veist það ekki. Það vantar meira loft í þetta. Jú, hvað er þetta? Ég er fagmaður. Heyrðu, ég græði lókun á. Hvað er þetta? Hún er fagmaður. Það sem skiptir mesta máli er þetta verður sexy! Æi, hún sagði þetta myndi vera vott. En þetta verður sexy! Heyrðu, ég kom með lokk frá Temu, nál frá Shein og kremi frá Boost. Hvað er ekki verið að setja þetta í fast mat? Ég er óeiggur. Ég er búin að sprikta þetta. Já, ok. Ertu viss? Jæja, þrjum þetta bara. Æi, ups, ég glemdi tönginni. Heyrðu, ég ætla að hlaupa út í bíl og kíkja verkvöld þessum hos pappa. Var þetta grín? Hvað er það þessu? Það er ekkert oft í þessum. Heyrðu, drifum í þessu. Rebekka, ertu gengin af gullunum? Það er koppafitt út allt á tönginni. Nei, hvað er þetta? Þurrka þetta bara af. Ok, heyrðu, er þetta ekki hættulegt? Svona sýklar og leys. Er ekki bara best að sleppa þessu? Nei, hvað er þetta? Svona tækifæri, víst bara einu sinni á þeirri löngu lífs. Það lítur að bila eitthvað. Ok. Passaði þér bara. Og hún hlýtur að vera á. Ég sprita þetta þess. Æ, ups, ég glemdi. Ég stinga bara kannski í gegn. Ég er að koma mig í gegn. Þetta er þína virkaðar. Æ, ég trúi ekki á að Selma hefur lent upp á spítala eftir lokkagerðina. Hvað? Var hún að reyna að fá þér hárlokk? Pabbi, þú ert ekki fyndin. Ég er fast. Pabbi, nennir að hækka hitanum, það er svo kallt. Ef þið er kallt, farðu út í vatn. Það eru 90 gráður. Æ, pabbi! Þessi morgun er fyndin! Heiði, er til eitthvað að borða? Ég er svöng. Má ég svöng? Ég er Bobbi. Allt í lagi. Ég skal hætta. Viltu heita brauðsneið? Já, takk. Hvað? Ég held þú vildir heita svöng!
munkinum og jólatrénu. Nei, hann var ekki. Já, vitið þið hvað munkurinn og jólatréð var saman? Hvað? Kúlurnar eru bara til skrauts. Hvað er ég eiginlega? Hvað gerðist? Við erum á sjúkrahúsinu. Það var smá slys. Hva? Slys? Já, þessi nippur virka ekki alveg hjá okkur. Jesús! Hvað er að gera við mig? Ég er ekki með geirvörn. Dimmit! Jú, ég held ekki. Já, Selma, ég held að það sé best að tala um læknana þetta. Sæl Selma mín, ég sé þú ert vöknuð. Hvernig líður þér? Hvernig líður mér? Hefur eitthvað ekki upplifað að vera geirvörnulaus? Tja, nei, ekki alveg. En ég misti einu sinni tánagl. Oj. En hvað getið eiginlega gert? Er hægt að fá geirvörstu? Því miður er það eina sem hægt er að gera er að fjarlæga brjóstið. Þú ert að meiri brandara gallinn. Var það ekki að djóka? Nei, eiginlega ekki. En þú hefur nokkra mínútur til þess að undirbúa þig undir aðgerð. Svo munum við þurfa að svæfa þig. Ok. En ég vil fá reyni þessar mínútur og hverjar elsku Bobby mína. Hver er Bobby? Brjóstið á mér. Ég get alveg hvað er með þér, sko. Nei, tjók. Jæja, Selma, nú er komið að svæfingu. Ertu búin að undirbúa þig? Já, ætli það ekki. Jæja, förum þá að frekkum okkur. Fyrirgefðu mér. Ég langar ekki að gera þetta. Það var sagt mér að gera þetta. Guð minn góður, fyrirgefðu. Fyrirgefðu. Nei, býttu, fyrirgefðu. Nei, fyrirgefðu. Oh my god, býttu. Fyrirgefðu. Æ, þú er svo mikið astmi, Gauti. Guð, hvað er að gerast? Hún er dáin. Oh my god, Selma. Nei, ekki Selma. Nei! Þeir eru ekki læknar, ekki standarna, bara gerið eitthvað! Því miður er ekkert sem við getum gert. Ég legg til að þið farið öll heim og hvílið ykkur. Ég trúi ekki að Selma sé dáin. Við verðum að fara að passa okkur. Við erum ekki að gera eitthvað svona vitleysu. Já, ég er sammála. Ég trúi ekki að þriðji hópurinn er farinn. Best að við komum okkur öll heim. Ég elska þig. Ég elska líka, en ég þarf að segja það svolítið áður og deyrð. Hvað, ástu mín? Þú... Spýttis út úr þér meðan ég er enn á lífi. Þú ert... Sérðu ekki að ég er á hræðri leið í gröfina? Svona út með þetta, kona. Þú ert ekki pappinn, fyrst þú ert svo mikið vita. Ha? Býtu hver þá? Það er... Er það Raffi? Nei, ég myndi aldrei gera þetta, sko. Aldrei! Ég drepu! Vekti Raffi! Vekti! Ekki labba náðu! Go! Vertu! Þetta.
Hæ, Rebekka. Við erum að reyna að átta okkur á hverju reyna að murka úr okkur líftórunum. Hvernig þá? Við erum að reyna að finna út hvernig handjöfn sem vil bara murka á röfnum. Og hver haldið það sé? Það hlýtur að vera einn af okkur vinunum. Ég elska alla vinni mína og ég myndi aldrei gera neina eða nein. Nei, sama hér. Við öllum að sé Sandra og Hugo. Sandra hefur eitthvað ástæðu til að drepa Ágúst því að hún kom með leið á honum. Og Hugo er bara svo... Grunnsamlegur? Já. Hann átti að horfa á alla eins og að segja væla fólk út. Já, hann gæti líka verið Róbert. Hann veit allt alla og svo var líka Ágúst eitthvað að bóta því að Róbert var að reyna, Ágúst var að reyna við Söndru. Og já. Nei, ekki Róbert. Hann er svo góður. Frekar Sandra og Hugo. Róbert myndi ekki gera flugu mein. Já, reynda. Já, þegar þú segir það svona. Við erum alltaf að fylgjast vel með þeim. Þannig takk ekki upp að drepa fleira á okkur.
Fyrst að þið eru búin að vera svo góð mig að gæsa mig og að koma með bestu barnaferli í heiminum, langar mig að syngja fyrir ykkur smá pínu ponsulag sem ég bjó til alveg sjálf. Tilbúnar? Já! Stelpur, þið eru svo geggjaðar, stelpur, þið eru svo frábærar og ég elska ykkur allar. Þið vinkonur okkar, Ólafur! Jæja, þá erum við komin hér saman til þess að sjá þetta unga fólk fylla líf sitt af eftirsjá. Eins og hann faðir minn sagði mér nú alltaf, maður, þegar ég sagði hann að ég væri hálfhræddur við skrímslin sem byggum í rúminu mínu. Ekki dáta sonur þegar að giftir ykkur að sofa við hliðina. En þá nú komið að þeim partí í þessu brúðkaupi að brúðhjónin þurfa að röfleipa. En eitt fyrst, hver ertu þú? Já, ég bara aðeins að leysa brúðgumana. Þvaðplanas var alveg að gefa sig, þannig að þurfti að hlaupa á klóst til að losa sig í blómvökvann. Já, og allt í góð. Ætlaði að leika honum? Elsku Sigurbogi minn, þetta verður allt í lagi. Þetta bara að segja þér hvað mér þykir vænt um þig. You are my sunshine, my only sunshine. Takk fyrir, ég hef pissað á mig. Það er það. Þú ástæðan fyrir því að ég vakna morgnana og þú veist ekki hvað ég var. Já, það er játast mér. Þetta eru búin að vera bestu 6 ára lífs míns og ég elska þér með allt. Já. Og Ólaf. Og þú, elsku Róbert minn, þú hefur verið bestur þessi 6 ár. Þú hugsar mig þegar ég veik og hjálpar mér með allt sem ég þarf. Þú ert ástæðan af hverju mig langar að vera hérna. Ég elska þig. Ég er mótfallin þessum ráðhæg. Já, ég. Nei. Hún hefur staðið á þig, Róbert. Þú geti gert miklu betur. Eins og með hana Dagný. Hún er fullkomin fyrir þig. Mamma, hlustu niður. Við erum búin að tala um þetta. Ég elska Ólafur og þú ert ekki að breyta þig. Nei, ég hata þessa stelpu gálu. Þú ert ekki að fara að giftast henni. Viltu sitja sér að niður? Ég er út frá því með í kvöld. Já, þakka þig. Þakka þér, skemmt. Bell. Og þá máttu nú kissa brúðina. Ekki bara, elska Ólafur mín. Nei, ekki besta vinkona mín. Lýsa ekki bara. Ég get ekki lifað á þetta, elskan. Ég get það ekki. Er eitthvað að ykkur? Gerið eitthvað. Hringjum að lögregluna. Já, lögreglan. Hérna, þú verður að koma.
ég að gera? Ég dáið. Þú voru bestu í uppgöngu fyrir mig. Það er nú gott að vera laus við hana. Hún var svo gifan. Og núna getur þú fundið aðra stelpu. Æ, mamma, ertu að grínast? Hún er ekki verandi, viltu bara deyja? Róbert, þetta verður allt í lagi. Nei, það verður ekki. Jú, því núna getum við verið saman. Við? Já, við. Ég og þú. Það verður aldrei við, Rebekka. Hvað meinar? Ég gerði þetta allt fyrir þig. Ha? Hvað gerðir þú fyrir mig? Ég gerði þannig að við getum við saman. Okkur ætla að vera saman. Rebekka, hvað gerðirðu? Ég losa okkur við hana. Við hverja? Við Ólöfu. Varst það þú sem eftir hana? Ég gerði það fyrir hann. Fyrir okkur. Þú ert ekki klikkuð. Hvað er að þér? Varst það þú sem drast hina krakkana líka? Já, ég vissi það. Sko, Ólöf átti að fá drykki svo að tíu fékk. En það skiptum glas í býst. Og Ívan, hann aslaðist til að stíga fyrir framan hana. Ég ætlaði ekki að stinga. Það var alveg óvart. Elsku Ívar minn. Og Ágúst, sko, ég er Nei. Þú ert með byssukona! Viltu fara varlega? Ég er búin að fá byssunni. Og hef ekki haft næga tíma til að æfa mig. Þið veitir prófin og svona. Núna getur við verið saman, Róbert. En hvað gerði Selma? Hún var bara svo ofboðslega pirrandi. Hvað er að þér? Að geta drepið vini hérna bara svona? Róbert, ég elska þig. Þú ert ekki klikkuð. Ég mun aldrei vera með þér. Þú drast hana, Rebekka. Þú drast ástina í lífinu. Róbert, ertu ekki að fatta þetta? Ég gerði það fyrir þig, svo við getum við saman. Róbert, please, ég elska þig. Nei, ég elska þig ekki. Þú ert algjör hálfviti. Drálta, en eitt ég að gera. Ég get þetta ekki lengur. Róbert! Stopp! Ekki segja mig hvað ég má. Nei! Ekki neita mig. Ég verð svo sár. Dans! Af hverju ertu svona tenns? Please! Æ, Róbert, please! Gefðu mér séns! Róbert, ég elska þig. Þegar ég var lítil lefði þú glumar að reyta þund og ný góð síður var. Gjaldi kvöldum okkar þannig yfir laug og byggt saman frá mínum. Núna er ég voðalega umsvarsmótt og þú rættir strax til ég gefa upp og þetta elska að stússast með mér. Við lifum bara að vera með þér. Sjáið hana strákar. Þetta er sturglu gæs. Steikt í hausnum. Áður og mega næs. Forðum okkur burti, þetta er búið spil. Nei.
Við erum ekki einu sinni trúlofið. Ó, þetta er draumur. Já, eða frekar martröð. Hvað, gerðist eitthvað fleira í þessum draumi sem ég þarf að vita af? Nei, þetta var bara frekar hillu martröð. Það er ég að biðja mömmu þín að pissu þjálfa það aftur. Hún geymir örugglega ennþá poppið. Æ, þetta var hellu martröð. Ok, en við verðum samt að fara. Við eigum að hitta krakkana á kaffihúsinu eftir klukkutíma. Við verðum að fara að græða okkur. Og við skulum stoppa líka í búðinu og kaupa bleiur á þig. Ættu þú sérst í lands eða extra lands? Æ, Ólöf, hættu þessu. Þetta er einhvern. Nei, þetta er ekki einheltin ég gera daglega. Ólöf, þú leggur mig einhvern daglega. Þið og Fanny stuttu stóra barnið. Af hverju eru þið svona segir? Æ, við þurftum að kaupa bleiur á stóra barniðan Róbert. Hann er ennþá pissundi. Ég skildi, þetta var bara nóg. Hvað, fékkstu martröð? Já, heina snar styrla. Hvað var kökusinn til að ráðast á þig? Aha, voða þig. Voruð öll í hann. Og það var hjá hann að Rebekka reyndi sitt besta að drepa Ólöf, en enda á því að drepa náttúrulega alla nema hana. Nefnir handar og svo skaustu á mig. Ha? Var ég ráðmörðingi? Já, og Selma lendi á spítala. Hei krakkar, hvað segir það? Ég kom með eyrnalokka. Eða naflalokk. Ó, já. Mér átti það með svona geggja kúl lokk, jafnvel niplulokk. Nei, ekki niplulokk. Enginn á aðeins
það verður að taka það fram að þetta er mjög óvenjuleg sýning. Þetta er að mér, sorry. Þessi sýning er óvenjuleg leyti. Hún er bókstaflega heimsfrumsýning á nemendaverki sem er þannig að þær bókstaflega sömdu þetta verk. Og það er munur á því þegar einhverjir starfsmenn segja, krakkar, eigum við að semja leikrit? Eða krakkar koma og segja, heyrðu, okkur langar að semja leikrit. Þannig að okkur langar að byrja, við erum í stafrónsröð, Ólöfu Helgu og Rakel Sonju og Sigurbjörgu Ingu að stíga hérna fram. Mér langar að þið klappi alveg sérstaklega fyrir þessum trefnum.